Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, Sportþáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Klukkan orðin 20 mínútur í 10 og við erum að ræða torfæruna og núna erum við komin í götubílaflokkin og það er einn höfðingi náttúrulega hérna, Kölskinn. Ívar Guðmundsson, komdu blessa og sæll. Blessaður sæll. Hvernig hefur það? Alveg eins og nýr núna. Alveg eins og nýr? Já. Já, og hvernig stendur á því? Það er bara gott veður og svona. Já, það er sumari komið hjá þér og Kölska? Já. Já. Það kemur sumar í ágúst alltaf. Já, það er bara, við vorum búin að búast við því. Já. Já, það er glæðin. Er hérna, hvernig gengur þér svona í undirbúningi? Herðu, það er bara mjög vel sko. Já. Þetta er nú svo sem ekki neitt forvægilegt að þessu. Það er bara, passa að sé á þessu smurulíu og bensín og allt þetta helst það. Já, og gleym ekki neina heima. Já, gleym ekki neina heima. Hefur einhvern tíðan lent í því að fara í keppni og gleym einhverjum ákveðnum hlut sem þú þurftir að taka með þér? Já, það er nú alveg komið fyrir sko, en ekki neitt svona alvarlegt sem ekki hefur reddast. Nei, nákvæmlega. Þú bara geta hringt í stuðningsmannaklubbinn ykkar og látið að koma með eitthvað? Kemur alltaf á vörmurspori. Já. Og þeir mæta væntanlega það ekki í norður að styðja? Því að þetta er náttúrulega Suðurlandsskjálftinn ykkar, eða ekki? Ég gerir fastlega ráð fyrir því. Ásamt alveg fullt af fólki. Mér finnst allir vera að fara bara fyrir hitti. Já. Þannig að það verður heldur betur stór Suðurlandsskjálfti þarna fyrir norðan? Já, ég gerir fastlega ráð fyrir því. Já. Hvað eru þið margir sunnlendingar að taka þátt helgina? Veistu það? Varstu eitthvað búin að tellja það saman? Ég var að reyna að tellja þetta saman daginn og ég er ekki með það hreinu. Ég veit það ekki. Ég held að sé nú búin að taka hvern einasta torfabíl sem mögulega getur farið í gang og hann eigi að vera með helgina. Það er samt bara búið að púsla saman allt sem er til hérna á Suðurlandi. Já, það held ég. Já. Ég held að verði allir með svona sem eiga bíla nema Haukur, hann er að fara til útlanda. Nú? Já. Já, og getur hann ekki bara lánað hann? Ja, hann er bílaður. Hann er bara bílaður? Já. Já. Það er ógænt. Það er ekkert sem að menn geta samt ekki gert við hann okkur? Nei. En hvernig er hann svona, leggst þetta í því, þessi keppni núna helgina? Þetta verður stórgott held ég. Já. Og þú átt, þriðja ári í röð möguleika því að vera Íslandsmeistari? Já. Og hvernig eru möguleikarnir þínir í því? Þeir eru bara mjög fínir. Ég er í öðru seti, munar 5 stigum á mér og Steina. Bjarna. Og þannig að það verður bara að taka það núna. Já, og þannig að það er bara sá sem verður fyrir ofan hvorn annan, eða? Já, það er eiginlega bara þannig. Það er bara sá sem að vinnur. Já, á maður þá ekki bara gíska það að Orri vinnur og þið verið annarkvort í öðru eða þriðja? Já, það er ekki bara. Ég hugsa að það verið niðurstaðan. Já, en hvernig gengur annars, kollegaðinum í sama liði Orra undirbúa sig? Já, hann kom allan hérna áðan með eitthvað varalhut og dótt og var á leiðin upp í sveit að skrúa, þannig að hann lítur að vera alveg fullur áhuga ykkur þar. Já, nákvæmlega. En það er sem að allir sunnlendingar að fara að fjölmenna þarna norður? Já, það held ég. Það er búið að leigja hvern einasta kofa þarna fyrir norðan og það ætla bara allir að fara held ég. Já, það er rétt. En hvernig er annars Kölskinn búinn að vera í sumar? Er hann búinn að vera betri enn í fyrra? Já, hann er búinn að vera tölvöld betri enn í fyrra. Eða svona bara hann hefur ekkert bílað neitt og hann er bara búinn að vera mjög góður. Já. Það hefur ekki verið hægt að sakast við hann allavega. Nei, er það bara að sakast við ökumann þá eða? Það er svona frekar en hitt sko, allavega bíllinn hefur verið í fínu standi. Já, þannig að þú ert klár í slaginn? Ég er klár í slaginn. Já. Það er glæsilegt að heyra. Ívar Guðmundsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og að gera allir að fara norður og hvetja. Takk kærlega fyrir mig og ég hveti alla til þess að mæta. Þetta er stóru viðburður. Nákvæmlega. Blessaður. Takk, bye. Já, við höldum áfram hérna. Nú ætlum við að heyra í Jakob Cecil Hafsteinsinni. Hann er að gera alltaf öll vídeóin í kringum allt saman. Það er alveg sama hvort það sé drulluspilna á dellutöfum hérna á Selfossi eða rally út í bæ eða burnout eða torfæra. Hann er þar. Þannig að ef það er eitthvað sem tengist bílum eða eitthvað alvöru sýningu þá er hann þarna á staðnum. Þannig að farið ekki langt.
Já, ég náði nú bara því miður bara í talhólfið þarna, en við reynum að sjálfsögðu að reyna kannski aftur að hringja hann á eftir. En það er allan þannig að þessi keppni fer fram núna næstu helgi, hefst klukkan 11 báða dagina, laugardaginn og sunnudegi. Miðaverðir bara toppur á tilraunum með sýningunum sem við fáum þarna. Þetta er stærsta torfærukeppni sem haldin hefur verið í heiminum. Það er nú bara þannig. Í kringum 40 keppendur. Þannig að það má búast mikil í veislu. Keppni er spáð á dagann klukkan 11, endilega mæta tímalega og miðaverðið er 2.000 krónur á per keppni og 3.000 krónur á báða dagana. Og Aksturs íþróttasvæði BA eða Bílaklúbb Akureyrar við Hlíðafjallsveg eins og þú sért að fara á skíði á Akureyri. En ég ætla að gera eina tilraun í viðbót að ná í Jakob hér eftir stuttar auglýsingar og eitt lag hérna með Police. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Sígildir sunnudagsmorgnar með Davíð